Ég heiti Viðar og kenni eðlisfræði við Flensborg. Við ætlum að skoða í dag hvernig hvítt ljós sem er blanda af öllum sýnilegum litum greinist í litróf þegar það fer í gegnum svona raufagler eða ljósgreiðu. Stærsta bylgjulengdin sem að mannsauga greinir eru 400 nanometrar blátt ljós, en dumbrauðaljósið, það er það lengsta bylgjulengd sem við getum séð. Þessi litróf þau aðskiljast eftir að hafa farið í gegnum raufaglerin, og við erum kannski með þessa ljósaperu hérna og hún gefur bylgjulengdir í allar áttir. Ljósið fellur síðan í gegnum raufaglerið og hér eru tvær raufar sýndar. Bilið á milli þessara tveggja raufa er D og það þýðir að birtu hámarkið verður hérna við hornið θn sem er svo sem bæði hér og á milli geislana, en jafnan sem að stjórnar horninu θn er sínus af stefnuhorninu saman sem númerið á litrófinu sinnum bylgjulengdin deilt með D sem er bil á milli raufa í ljósgreiðinni. Nú svo getum við látið ljósið falla á vegg eða skerm hérna fyrir aftan og þá getum við reiknað hve langt er frá þessari birtu beint fram undan raufunum og út í birtupunkt á veggnum, og hann er kannski með fjarlægðina xn frá miðbirtu. Sú jafna fer eftir tangens af stefnuhorninu sem er þá fjarlægð út í endubirtu deilt með vegalengd veggsins frá raufaglirunum. Ef að hornið er lítið, þá má svo sem segja að tangens er það bil sínus, og þá fáum við þessa einföldu útgáfu hér af víxlmynstra formúlunum, og það má segja að ef við erum með minna 8 gráður, þá er fráviki minna 4%, minna 1%, og þá sleppur þetta alveg. Við skulum skoða hversu mörg litróf munu sjást þegar að hvítt ljós fellur í gegnum ljósgreiðu. Rifjum upp jöfnuna, sínus θn er n sinnum lambda deilt með D. Í þessari formúlu vitum við svo sem ekki hvað það er þá þannig að 250 raufar skipta á milli sín 1 mm vegalengd, það er 10⁻³ metrar. Nefnilega að hornin verður aldrei meira heldur en 90, og sínus af 90, ja, það er nú 1, og útkoman 1 er þess vegna alltaf stærri það alltaf minna heldur en D sinnum 1 deilt með lambda. Í þessu dæmi vorum við búin að finna út að D-ið væri 4 sinnum 10⁻⁶, og að lambda er þá lengsta bylgjulengdin, því að hún myndast við stærsta hornið, og við setjum þá bara hérna 700 nanometrar, 700 sinnum 10⁻⁹ metrar, og útkoman úr þessu hún er náttúrulega alltaf stærra heldur en n-ið, 5,7. Þannig að ef að 5,7 er stærra en n-ið, já, þá er n-ið næsta heila tala fyrir neðan, svo að það þýðir að við túlkum þetta svo að það séu 5 heil litróf sem að sjást.
skoðum núna sýnidæmið og söfnum aftur vopnum okkar. Við vitum að blái liturinn sést við stefnuhornið 8,35 og það þýðir að við getum einangrað D úr formúlunni sínus þeta sama sem n sinnum lambda deilt með D. Þetta gefur okkur að D er sama sem n sinn lambda deilt með sínus af þeta. Nú í þessu tilfelli er n-ið jafnt og 1, lambda er blái liturinn 432 nanómetrar og sínusinn er þá tekin hérna af 8,35 gráðum. Og d-ið kemur þá í ljós að er 2,92 sinnum 10 í mínus 7 metrar. En við áttum að finna hve margar raufar er í hverju millimetra. Svo að hér hugsum við okkur að fjöldi raufa sem kemst fyrir á 1 millimetra ef bil á milli hverra 2 raufa er 2,92 sinnum 10 mínus 7 og það þýðir að það eru 342 raufar á hverju millimetra. Næst skulum við skoða hve langt þriðja birtan sem að sést þarna undir 25,83 gráðu horni er langt frá miðbirtu. Svo við söfnum vopnum okkar að nýju. Tangens af horninu er sama sem fjarlægð út í birtu númer n deilt með vegalengd skermsins eða veggsins frá raufaglerinu. Og hér ætlum við að einangra x-ið og okkur óhætt að segja hér að x númer n er þá sama sem L sinnum tangens af þeta n-i. Í okkar tilfelli er L-ið 2,34 metrar. Tangensinn er tekin af 25,83 gráðum. Útkoman úr þessu verður þá fjarlægðin út í þriðju birtu frá miðbirtunni og útkoma hér er 1,13. Og hér eru 4 dæmi og af þeim munu koma 2 lítið breytt á næsta örprófi samkvæmt áætlun. Gangi þér vel.